It's because I've got the guts. What are your priorities? If you're paying 20 grand for dinner, then it's not for the rubber chicken. It's to sit next to politicians and try and influence their decisions. And if you can't afford to pay to play, then you won't be there on the day. And you'll miss the nuance and the grey and the things they say to get their way. And although it's not corruption by any legal definition, it is only by their decisions. The definitions are defined, and that's why there's no commission into federal corruption and not a proper investigation into federal donations. There are rules and regulations, none of them are enforced, and there are no punishments, so nobody ever goes to court. Hello, Senator, have some grange. By the way, there's a law that I'd like to change. How much democracy can I hack if I give you a six-pack? We get the details of donations 12 to 18 months later, when the rich have already changed the laws to make their riches greater. And we're sitting on our asses while they pass the legislation that coincidentally helps the ones who are making the donations. She'll be right. She'll be right. She'll be right. Will she? Nah. The people who have the power to decide our children's future are being shouting corporate cash for their own career booster. A revolving door of high-paying jobs within the government and private sector. Here's a contract, here's some cash. Now let's all get rich together. There are 3 friggin' lobbyists for every politician who will take whatever they can get to pay for their elections, where they'll run 1,000 bullshit ads that divide the nation, funded by special interest groups and unions and lobbies and corporations. It's easy for casinos and the pokies to make profits when the gambling lobby's got Labour and Liberal in their friggin' pocket. Yes, the chips are stacked against you and it feels like a friggin' fraud. But remember that democracy's not a spectator sport. So if the banks can stall decisions on the royal commissions and the fossil fuel industry can sponsor our whole democracy, then it's time we had a conversation about the state of our good nation. And we'll never get anywhere with it until we start to give a shit. She'll be right. If you actually do something, she'll be right. If you don't do nothing, she'll be right. Probably. Will she? Like I said, if you do something, yeah. So come on everybody, she'll be right, is what we tell ourselves every night when we know that she'll be wrong. And deep down we've known it all along, cause it's hard to do something and it's easy to do nothing. But as we like and share and tweet and post, our democracy's getting away from us. So if you don't have a suitcase full of cash or 100 grand for rubber chicken and mash, then find some people who care as well. Komið alveg nóg af þessum lýðræðissöng. Þetta í raun ágætis byrjun á þessum þætti. Við erum í miðju sittræði, í skítaræði. Í raun þarna þá virkar ekki, lýðræði virkar ekki. Lýðræði er í raun fáræði í felubúning. Það er að opinbera sig á Íslandi að það í raun búið að leggja niður lýðræðið. Ég fjallaði það í nokkrum smáatriðum að sjá í öðrum þáttum. Ég útskýrt hvernig búið að færa kærunefnd kosningamála undir dómsmálaráðherra sem ég hef ákveðið að reka ásamt öllum hinum ráðherrunum. Og þið sjáið hvert spillingamálið á fætur öðru veltast í kerfinu, sko. Það virðist ekkert lát á því. Og núna eins og ég spáði fyrir að nú að koma frambjóðendur í umboði erlendra afla og síðast komu þessir 2 og hann Baldur NATO-maður. Þannig að hann
mun styðja heilsugar við hernaðarbrölt Íslendinga. Hann mun ekkert tvínóna við það og það í raun komið á mjög alvarlegt stig hernaðarbrölt íslensku valdstjórnarinnar alveg upp á það stig að Rússar eru farnir að sitja okkur inn á óvinalistan og þið getið alveg bókað það að þessi gaur hérna, hann mun bara auka á þá ógjöfu og ráðherrann sem stýrir þessu hérna, ég myndi líka reka hann sko. Hann myndi ekkert lifa í ríkisstjórn hjá mér og þið vitið að hann hérna Bjarni, hann að tala að stórauka fjármuni og skuldbindingar í þetta stríð í Úkraínu sem að virðist vera að mörgu leyti bara til þess að hreinsa landsvæði burta fólki sem býr þar fyrir. Þarna eru slafar að berjast við slafa og yfirmaðurinn yfir þessu sláturhúsi hefur lýst yfir að það sé verið að hreinsa til fyrir hinu nýja Ísrael. Og þetta mjög hættuleg þróun og í raun hefur svo sem var á undan þarna í sæti utanríkisráðherra gekk mjög hart og langt gegn Rússum sem hafa aldrei reynst okkur annað en vel. En það menn stundum að spyrja mig hvernig gengur með meðmælalistan, undirskriftar á meðmælalistan. Það gengur vel. Það ekki komið alveg í mark. En það merkilegt að því meira af þessum snúllum sem að bjóða sig fram, því meira sem að kemur fram af þessum ChatGPT ræðum og þessum frambóðum og hvernig þetta að spilast úr þessu að það kom alveg góður slatti inn hérna hjá mér þegar alltaf þegar eitthvað býður sig fram og í raun og svo menn að spyrja hvern styð ég, hvern myndi ég af öðrum frambjóðendum hvern líst mér best á og ég var að segja mér líst best á hana Ásdísi Rán. Hún orginal, ég virði það alveg út í eitt, ég veit ekki nein annarleg tengsl eða ég get ekki sagt að hún sé framboði fyrir World Economic Forum, ég veit ekki til þess að hún sé að mæta á Davos-fundi og ég veit ekki til þess að hún sé NATO fulltrúi og þess vegna finnst mér hún flottust umfram mig náttúrulega, ég náttúrulega flottastur en það finnst mér flott að hún orginal og hún reyndar svona aðeins að tala að gera embættið meira snirti einhverju snirtustofu þarna á Bessastöðum og markaðsetta Ísland og eitthvað svona hún talað svolítið þeim megin en ég hef ekki heyrt neina skýra stefnu hjá henni með hlutverk fórseta í lýðræði sem ég kalla lýðræði gefnum til henni sko fórsetin þarf sko heldur betur að beita sér til þess að taka fyrir ef við hreinlega töpum ekki landinu já Ástþór ég verið spurður það hvort ég styði hann fulltrúið Sameinuðu þjóðanna hann vill bara fá allt veldi Sameinuðu þjóðanna til Íslands sem ég vil alls ekki, ég vil koma bara sem minnst vera nálægt þessum Sameinuðu þjóðum öllum og þannig að ég fyrir utan það, ég hef ekki heyrt neina stefnu hjá honum nema þá að virkja Bessastaði eins og hann kallaði en hann hefur ekkert minnst á það hvernig á að passa hreinlega frelsi og líf Íslendinga. Þar ég, já svo kemur Halla, hún náttúrulega World Economic Forum, ég held að menn hafa áttað sig allir á því hvað í gangi með hana. Og ég gerði nú heilt myndband hana
og þetta það hugsanlega myndbandið Baldur og Sigríður ég svolítið hrifin af henni líka ég hún ekki undir neinum hún reyndar svolítið inn í þessum kvennahreyfingum öllum sem svolítið Sameinuðu þjóðalegt og World Economic Forum-legt en að öðru leyti sýnist mér hún vera svolítið bara byrja sér konunnar hlið við hlið þannig að hún svolítið líka svona made in Iceland líka og það finnst mér ábóðslega flott og getur betri mynd af henni þar þið sjáu líka misréttið í umfjöllun þessara svokölluðu ríkisfjölmiðla að ég finn ekki betri mynd af henni en ekki svona í fljótu bragði sem kannski ekki tilviljun, ég veit það ekki að við þrjú svo má ekki gleyma honum Arnari Pál Postula ég að sumuleyti ég fíla hann að vissu marki hann að segja mikið af réttum og nauðsynlegum hlutum og sjá það góð mynd af henni og Arnar sjá hvað djúpt á hann að ég tel mjög mikilvægt að halda að frambjóðendurnir séu made in Iceland séu íslensku sprottnir úr íslenskri náttúru og og þar Arnar Þór að mörguleyti athyglisverður kostur frímúrarar náttúrulega regla og Guðni í raun þið sjáu að hann lét munda sig með öllum þessum krossum og glingri frá frímúrurum og ég býst við að verða það sama þá með Arnar að ef Arnar vinnur þá fer hann í frímúrara glingurs leið og það breytir raun ekki miklu það sem að mér sýnist voru búin að finna betri mynd af henni nei, það aftur svona lítið en mér finnst þessi þrjú og við erum á 4 en Arnar Páll Postuli nú svona á grensunni svolítið hann ég veit ekki til þess að Sigríður Hrund og Ásdís Rán séu í frímúrarhreyfingum eða neinu slíku það gæti verið að Sigríður Hrund sé í múrarhreyfingunni en ég veit það ekki en mér finnst hún koma svolítið fram sem bara svona orginal óháð og bara en ég hef ekki heyrt ofan í hana með lögfræðihliðina eða lýðveldishliðina af því að forseti hefur alveg gríðarlega mikið hlutverk í lýðræðinu og það með því að eins og valdstjórnin að gera núna hún í rauninni eiginlega bara að reyna að taka út forsetann bara eyðileggja forsetaembættið af því að ef að það gerist þá halda þeir bara áfram að fóðra elítuna og það verður meira og meiri fátækt og meira eigna upptaka almennings með peningakerfinu og vaxta okrinu sem komið langt umfram mafíu það fer eiginlega að vera ódýrara að fá einhverja mafíu landið og fá lánaða peninga hjá þeim og svo sjáum við
elitu mafíuna eða sérst valdrán stjórnina að hún farin að beita sér fyrir því að hirða upp allar eyjur, farin að sópa að sér landi og við sjáum að sko Reykjanesi til dæmis það ekkert íslenskt landsvæði lengur, það UNICEF land undir stjórn UNICEF og Þingvellir eru undir stjórn UNICEF og það hefur sýnt sig í styrjöldum eins og Írak og fleiri stöðum að þar hefur verið lagarök þar hafa jafnvel verið lagarök fyrir innrásum í lönd UNICEF landsvæði þannig að NATO-herinn sendur til þess að verja það sem þeir telja sína eign sem að þessi UNESCO svæði og þeir munu hafa talað um það að taka allt hálendi mér segja undir þessa útlendingadæmi sko eða þess að útlendingar ætla að yfirtaka þetta og til þess að bregðast við og núna sjáum við að sko þessi aðferðafræði sem verið að nota og þið vitið að svona Sókrates svona einn af þeim fyrstu sem var í umræðu lýðræði og það var í Greiklandi og hans ferill endaði með því að hann var að gagnrýna lýðræði og tala um hvað þetta væri alveg ómögulegt fyrirkomulag og það endaði með því að hann varð fyrir framsýni sinni að meira en 50% af fólkinu í lýðræðinu kaus að drepa hann og það ástæðan fyrir að Sókrates var neyddur til þess að drekka eitur og þannig endar alltaf lýðræði þess vegna til þess mikið lagt upp úr því í Bandaríkjunum þess að Bandaríkin voru hönnuð sérstaklega og eru svona nýjasta stjórnarskrár fyrirbærið sem að eða ríkisstofnunar fyrirbærið þar sem að gagngert var reynt að forðast einræði konunga eða lýðræði lýðsins og þeir stofnuðu það sem kallað republic og það sem munurinn á lýðræði og republic að í lýðræði hefur einstaklingurinn enga rétt það bara 51% eða 50,00001% ræður yfir öllu sko og þeir geta þá drepið hinn 49% eða sýnist svo með lögum sko og þess vegna sko republic sem ég hef kallað sjálfsveldi að þá fyrst einstaklingurinn skilgreindur þetta líka tekið með orðunum sko hópismi og einstaklingismi eða einstaklingar að sko hópurinn og þetta það sem gerist í Þýskaland voru að byrja að gerast á Íslandi núna þar sem að ríkið byrjar að setja lög að drepa fólk og það var gert í Þýskalandi Aksjón T4 og verið að gera það hér líka núna sem góðverk sko hjálpa verulega veiku fólki til þess að hætta því þjáningum og svona þetta selt alltaf sem rosalega gott en það endar mjög hratt, mjög illa eins og var í Þýskalandi í Aksjón T4 þá fyrst, já, ég fjallaði það annars staðar að sko þetta getur aldrei gengið og þess vegna erum við að sjá hættumerki líka þegar við erum að taka krossin á kirkjunni, það er verið að taka öll kirkjugrið út að sko lýðveldisismin eða hópismin alveg skelfilegur og við sjáum þjóðfélagsþróun á Íslandi sem alveg skelfileg. Þess vegna þarf að reyna að koma á sjálfsveldi þar sem að einstaklingurinn sjálfsvalda og það þýðir og stjórnarskráin og forsetin sko forsetin eiginlega gæslumaður stjórnarskrá og stjórnarskrá skrifuð til þess að takmarka valdstjórnina og alþingi og þetta svona þríðningur sko forsetin og valdstjórnin getur unnið náið saman og þingið og valdstjórnin getur unnið náið saman þannig að það þessi þrenning getur farið á ýmsa vegu
og það bara eins og með skák sko. Skák er svona eitthvað regluverk og síðan getur hver leikur eða síðan getur skákin farið alls konar. Sama með svona fyrirbæri eins og lýðræði eða sjálfsveldi að það getur spilast alls konar úr því sko. En það svo mikilvægt að forsetinn passi upp á einstaklingsréttindi og ég á upptöku á því þegar að fulltrúi valdstjórnunar á Íslandi sagði opinberlega því að það stendur ekkert í stjórnarskráni að líf sé verndað og hann var bara að segja sko, þetta var í miðjum COVID-faraldrinum, hann var að segja það ekki stjórnarskrábrot að drepa fólk, það var það sem hann var að segja og sko það raun engin verkfæri eftir í verkfærakistunni en að kjósa eitthvað eins og mig sem að hefur bein í nefunu til þess að reka ríkisstjórnina byrja því bara allir út og síðan að ráða þá nýtt framkvæmavaldinn með einhverjum allt öðrum hætti og þá vita þeir sem eru í því valdi að þeir geta reknir hvernig sem þeir byrja eitthvað selja pappa sínum ríkisegnir og allt þetta rugl sem í gangi núna. Þetta væri ekkert af þessu væri hægt ef að ég væri forseti. Það myndi bara hrynja allt þetta brask, myndi hrynja samdægus. Og það það sem ég verið að leita, sko, ég nenni ekki að tala World Economic Forum, ég meina þá getið þið bara hlusta á ræður Klaus Schwab, sko. Þetta rosalega auðvelt hjá Höllu, hún getur bara spilað Klaus Schwab sko teipinn fyrir ykkur og það raun sama sem í gangi og sama með Baldur þið getur bara spilað Stoltenberg ræðunar sko og það alveg það sama sko bara NATO ræðunar beint sko og Ástór þá geti hann virðist nú verið í kosningabaráttu á móti framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna ég veit ekki alveg hvað í gangi þar sko en svo þurfa að passa ykkur á því að láta ekki segja ykkur hvernig á að kjósa af því að valdstjórnin nú þegar heldur öll að ykkur sem sagt frambjóðendum og ég tók eftir sko að sko RÚV var bara að segja sko já við viljum ekki fjalla neitt fyrir að komin sko meðmælin en áður en að þetta fólk opnaði meira sig meðmælalistana þá var byrjað að fjalla þau á RÚV og þegar þau voru með opnaðafundin eða kynninguna þá voru 2 fréttir á forsíðu RÚV vefnum sko með þessu fólki þannig að það alveg greinilegt hvaða fólk RÚV vil að þú kjósir sko og þeir ennþá að spila frúin í Hamborgleik við mig og og það bara þögn sko og passa og þegar þau eru að tala forsetaverðin talið eftir hvernig þau tala og hafa talað frá áramótum að það verið að tala frambjóðendur og þetta líka á samstöðunni og það verið að nefna þennan frambjóð þetta og það getur þar aldrei minnst á mig með nafni einu sinni þannig að þetta svolítið funky annað sem eftirtektarvert og ég hef sent á fjölmiðla samskipti mínu við kjörstjórn við kærunefnd vegna kosninga sem komin undir dómsmálaráðherra og sko landskjörstjórnin svara mér en þau láta eins og þau hafa engin völd yfir neinu og þau taka ekki ábyrgð á neinu og úrskurðarnefnd dómsmálaráðherra sem eru 3 einstaklingar, ég hef sýnt ykkur áður þau svara engum erindum það bara þögn frá þeim og ríkislögreglustjóri þeir svara heldur engum eða ekki frá mér allavega og það má segja að sko að veikasti hlekkurinn í þessu lýðræði sem við búum við hann gæti þessna verið ég sko að ef þetta lýðræði og þá þetta sem sagt atkvæði allra í jöfn og framboð það
Það meira að segja í stjórnarskráni jafnræðisregla og ég búin að kæra til þess að aðila líka brot á jafnræðisreglu. Því ég tel að jafnræðisreglan með þeim hætti að ef að það ríkisrekin fjölmiðill eða ríkisstyrtur fjölmiðill þá ber þeim skylda til þess að framkvæma ekki kosningamorð eða kosningaspjöll. Og það þýðir það ef við gera eina grein mig þá þurfum við að gera eina grein einhvern annan. Eða ef það eitt viðtal við einn frambjóðanda þá þarf það að vera við alla. Og það sem sagt verið að brjóta jafnrættisreglu stjórnarskrárinnar. Það verið að breyta, verið að leggja niður lýðræðishefðir sem hafa verið og í lýðræði þá eru hefðirnar mjög mikilvægar og Hæstaréttur sem ég nú kallar Hæstarétt þeir hafa alltaf verið frá lýðveldisstofnun inn í ferlinum þar sem að ég í síðustu kosningum 2020 þá kærði ég ágreiningsmál mín til Hæstaréttar og þeir voru með 4 eða 5 dómara sem fjölluðu þessa kærur þetta var í kosning eða þeir með sérstaka dagbók og þetta var ákveðið stjórn og þetta búið að leggja allt saman niður. Það var búið að leggja niður lýðræði á Íslandi. Það ekkert lýðræði til á Íslandi. Það bara farið. Og eftir situr valdaráns mafía eða valdstjórnin sem að ég lít á sem valdaráns mafíu, þeir bara gera það sem þeim sýnist. Sem þýðir það að við erum að keyra inn í eitthvað svona Hunger Games eða Elysium þjóðfélag og þið sjáu það bara að það verið að henda fyrirtækjum inn í ríki þegar allt ruslis og byggja þeir upp þessar fínu fyrirtæki, banka og allt þetta og þá gefa síman til vina og vandamanna og eitthvað svona. Þetta óbóðslega mikið óréttlæti að þetta þýðir að börn elitunar þau fá alveg svakalega fína vinnu í þessum ríkis uppbyggðu fyrirtækjum. Og það eru ekki mörg tækifæri fyrir landan að komast út úr þessu. Og ég myndi nú bara fara að spyrja ykkur, hvað ef ég væri ekki til þess að vekja máls á þessu? Ykkur annar að reyna að fjalla þessi máli eða berjast í þeim? Ég hef ekki séð það alltaf að fjölgi kringum með fólk sem farið að skilja hvað ég búin að vera að predika í 15 ár og það sko stór aukning í skilningi á því hvað að gerast en það óbúslega lítið svona beinharða trúboða, ég má kalla það til dæmis ég veit ekki til þess að sé eins og með að menn séu að fara að boða orðið, eigum við ekki að kvitta þennan meðmælalista frá Axel þess allavega að fá þessa umræðu fram og þið þurfa ekki að kjósa með til forseta þótt að valdstjórnin hafi verið að segja það sko að þeirra hugmynd sú að ef að þú mælir með einhverjum og síðan kýst einhvern annan þá að borga sektir sko. Þannig að þeir í raun alveg komnir út á tún með þetta lýðræði og því miður reynist það réttnefni hjá mér að þetta sé lýðræði. En ég vil bara hvetja ykkur þekktasti áláttur landsins en ég tek eftir á samfélagsmiðlunum hjá mér að það alveg svakalega mikið CIA vesen þar núna. Ég hef náttúrulega búin að vera svo lengi í þessu, ég sé þegar að leyniþjónustan að fikta í samfélagsmiðlunum hjá mér. Ég hef búin að sýna ykkur vídeo af þegar að heimildin allt í hennu hætti að virka og ég sýndi ykkur þegar að vísir eyðir öllum mínu, ég sitt komment og svo refressa ég síðan og þá kommentið mitt bara horfið og þetta klassísk skuggabans aðferð og það mjög lítið sem að sést af mér væntanlega á samfélagsmiðlum, það svona ákveðin kjarni sem að sér, en það sko fólk sem að getur til dæmis hjálpa með það að deila bara efninu mínu sko. Það gríðarlega hjálp í því sko og að reyna að fá einhverja lið með að allavega að koma mér inn í umræðuna sko. Að hérna ég með bara Axel og Besso
og það var þetta byggja vin og vandamenn að followa eða læka þessa síðu hjá mér og deila svo þessu þegar að deila því sem ég að tala hérna til dæmis eitt vídeó sem að útskýri bankakerfi mjög vel. Understand the importance of Það sem svo sorglegt við þetta myndband að þetta heila meira sannleikur heldur en grín. Stan, now more than ever, you need to understand the importance of saving money. But Grandma said I could use this money to buy whatever I want. Okay, next please. Go on, Stanley. I got $100 check from my grandma, and my dad said I need to put it in the bank so it can grow over the years. Well, that's fantastic. A really smart decision, young man. We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. What? It's gone. It's all gone. What's all gone? The money in your account. It didn't do too well. It's gone. What do you mean? I have $100. Not anymore, you don't. Poof. Well, what can I do to get back I'm sorry, sir, but this line is for bank members only. I just opened an account. Do you have any money invested with this bank? No, you just lost it all. Then please stand aside for people who actually have money with us. Next, please. Hey! Það er svona sem að þróunin á Íslandi að þetta endurskýrir líka lýðræðið sko að einn daginn verður bara við erum búin að bara greiða atkvæði allir sem eru eldri en 50 ára þeir ekkert Íslendingar lengur sko. Þess vegna er til dæmis að keyra þetta með útlendingana að einhverju bara sagði þessi gaur ISIS maður það bara að fara nú landi og ég baði ríkislögreglustjóra gögnin á bakvið þá ákvörðun þeir svara mér engu. En sko máli er það ef þeir geta gert þetta við útlendinga þá geta þeir gert þetta við þig líka. Þeir geta breytt endurskilgreint einhverja hluti sko. Þeir geta sagt bara þú þénar minna en svona mikla pening og þá bara úr landi með þig eða sko þeir geta gert hvað sem þeir sýnist. Og það verður svona svipuð upplifun fyrir þig og þetta. Þú situr við skrifborð hjá einhverjum bjúrókrata og þeir segja bara ellilífeyririnn bara horfinn. And it's gone. Og það er bara horfið. Þetta er veruleikinn sem þið búið í. Og það er verið að vinna að loka hönd á girðingunum. Og ég er að reyna að sýna ykkur fram á pínulítið gat, hvað hægt er hugsanlega að hlaupa fram hjá þessu. Og og ég verð nú að segja það mér finnst svolítið lélegt eða svona mér finnst það svolítið skrítið að fólk er alltaf að kvarta undan afleiðingunum af því sem er að gerast en vil ekki taka þátt í að breyta því og það kemur í ljós að undanfarið 15 ár þá hef ég nánast haft rétt fyrir mig með allt sem ég hef spáð fyrir, allt sem ég hef sagt og þróunin og eins og með greiðsluverkfalli þar kom ég með lausn sem hefði sannarlega virkað menn verkalýðsfélagin vildi ekki vera með í því þannig að það er ekki eins og þið hafi ekki fengið leið út sko þið eruð á Titanic sko og það er búið að loka verið að loka almúga niðri í lúkar sko og ég er að benda ykkur á björgunarbát sko, eða leiðir til þess að brjótast upp á dekk og finna björgunarbát og leiðir til þess að bjarga þér og þínum. En næsta sem þið ættir að sjá líka mikið, það er glæpavæðing bóndans. Ef þú ert að rækta mat, eitthvað svona, það verður allt saman ólöglegt. Eina sem þú mátt borða í framtíðinni eru bara pöttur. Engisbrettur og kakalakkar og eitthvað svona sem að vex hratt. Það verður eina sem þú mátt borða og það er athyglivert mál í Bandaríkjunum núna það sem að sérsveitin réðst inn á Amis bóndabíli og glæpurinn þeirra var að selja mjólk og osta og alls konar efni úr og egg og allt náttúrulegt aldrei þetta fjölskylda sem búin að vera í þessu 10 ára eða 100 ára eða mannsaldra að rækta mat og það hefur aldrei komið kvörtun
matinn hjá þeim frá neytenda sko, aldrei. En ríkið að loka því, það var ríkið dæmdi þennan Amis bónda til þess að sækja leyfi þar sem að hann má bara framleiða 3 vörur, mjög þrengt að honum en eins og þetta núna þá framleiðir hann alveg 20, 30, 40 vöru línur út úr mjólkinni og það með þess að fólk sem að getur ekki borðað annan mat en það sem hann gerir. En valdstjórnin þar að loka á bóndan og í héraðsdómi undirrétti þá var fullir var hann dæmdur sko, þessi amismaður bóndi og nú þetta farið í Hæstarétt og þetta það sem að þessi World Economic Forum, NATO, Sameinuðu þrjóta klíka að gera. Þetta framtíðin og ég tel mig kunna slatta af trikkum til þess að bjarga þessum málum og þannig að ég hvet ykkur til þess að hjálpa mér í að safna þessum meðmælum og að hlusta á bergmál hinna frambjóðandana fyrir utan þessar 2,5 sem ég nefnt. 2,5 frambjóðandi sem að ég hef mjög mikið álit á. Það Ásdís Rán, það hún Sigríður Hrund og Arnar Þór. Hann sá hálfi að þegar ég ekki alveg með á hreinu, hann sko í leynireglu, það sem hann búinn að skrifa með blóðu sínu undir samning við reglubræður sína eða við andskotan. Þetta það sem tala þegar þú selur sálu þína. Það vond kjör sem fylgja því. En svo vil ég minna á að gerast áskrifandi náttúrulega podcast og styðja fjölmiðla veldi sem þar að byggja upp hér sem svona með því frjálsara á markaðnum og það sem að ég fæ mér sér pláss og fylgist þið svo bara með þessu sem takteringunum, fylgist þið með hvernig fjölmiðlunar núna að selja þér hvern þú átt að kjósa, þeir að ákveða fyrir því sko, með að þakka í öðrum og hampa öðrum og nú þarf þú að taka afstöðu, ætlar þú að láta þetta yfir því ganga en takk fyrir komuna, verið sæl.